Skurk akureyrisk rokkhljómsveit sem spilaði víða á árunum 1990 til 93 en lagðist svo í dvala. Sveitin kom svo aftur saman fyrir nokkrum árum og gaf út sína fyrstu plötu árið 2014. Nú vinnur sveitin að annarri plötu sinni í samstarfi við tónlistarskólan á Akureyri og fjármögnun fer þessa dagina fram á Karolínufönd. Verkefnið hefur vaxið töluvert en það sem upphaflega átti að vera einfaldur 10 laga diskur orðið að verkefni þar sem hátt í 30 tónlistarmenn og konur taka þátt í 2 stúdíóum. Við gefum út plötuna og það gerist eiginlega Guðni dettur í sölli söngvari hljómsveitarinnar og fótbrýtur næstu af sér fótinn. Þannig að við erum eiginlega bara út, getum ekkert spilað og erum þannig sem bara, já, við erum ekkert að fara að fylgja eftir plötinu okkar sögum þess og þá tökum við ákvörðun að semja bara strax næstu plötu. Og við semjum þessa plötu sem mun bera titilinn Blóðbræð og vera á íslensku. Og við sömdum hana einmitt bara strax, ég byrjaði í júlí 2014, gáðum plötunni mitt í júní 2014 og ég var búinn að semja mest alla plötuna í október. Og þá fórum við í stúdíó í nóvember. Og erum eiginlega búin að vinna síðan 2014 og nóvember 2014 að því að gera þessa plötu. Og strax eftir fyrstu sessjónin í stúdíónu þá bara gerði okkur grein fyrir því að við vorum fara að setja lifandi strengi. Og þá kom ég til hans Hauks, talaði við Hauk þetta og fyrsta hugmyndin var bara að fá kvartett. Fá einhverja góða krakka á skólanum að kvartett og ég held að við erum búin að tala saman í 5 mínútur þetta. Þá var bara strengjasveit 3. Og ég skal bara tala við Daniel og viðbröðin hjá skólanum voru fáránlega góð. Það var bara hvaða kennari sem heyrði að þessu var ánægður með þetta og nemendurnir stukkum borðum leið og þó svo að Daniel átti allt erfitt með að útskýra vinnuheitin og lögunum, þau voru mjög hrá og vond og demóin voru ekkert of góð kannski en það voru allir rosa opnir og tilbúnir að leggja ótrúlega mikið mörkum til þess að það gengi upp. Og hvað það sem tónlistarskólinn hér á Akureyri hefur verið að gera í þessari plötu? Fyrst þá þetta byrjaði á því að ég fékk sem sagt lögin frá þeim og sem þeir vildu fá svona viðbót frá skólanum, strengi í og fór nú svona að hugsa og spjalla og ég setti svo niður og byrja að útsetja og eins og Hörður sagði þá lá beint við að fá elstu krakkana úr strengjasveit. Það sem sagt strengjasveit 3 sem elsta sveitin hérna og við sem sagt byrjuðum að æfa bara leið og blekið var þarnað á pappírnum, þá bara var byrjað að æfa þetta til liða við önnur verkefni og svo vatt þetta svona upp á sig, þau kveiktu á þessu alveg strax krakkarnir og hafa alveg gríðarlega gott af þessu fyrir margra hluta sakir því að andurlega þau sem að munu halda áfram verða atvinnu tónlistamenn svona verkefni verða algengar en ekki einhvers konar svona verkefni, einhvers konar vinna í hljóðveri sem gríðarlega mikilvæg reynsla, þurfa að sitja með klikktrakkið í eyrunum og þungarokkið og þurfa að bara negla hlutina, láta þetta ganga og sitja og þau fengu mikið út úr þessu og fannst það mjög skemmtilegt. Síðan bættist aðeins við það komu hugmyndir að fá söngvara og kór eða raddir inn í þetta og þá var settur saman svona sönghópur úr báðum söngdeildum, bæði ritmískri og klassískri söngdeild hópu kvenna og svo færri kallar sem að dundruðu hér inn rockinu. Í mjög erfiðu sessjónu það var alveg brjála sessjón. Virkilega erfitt reyndi ofboðslega á þau því að þessi músík náttúrulega mjög kröfuhörð hún þó svo að við nálgumst það kannski út frá svona einu gæsalappa klassísku leiðinni en þá þetta mjög kröfuhörð tónlist. Það eins og fyrir söngvara þá þetta iðulega liggur þetta mjög hátt og þau þurfa að virkilega að blasta og fyrir
fyrir strengina þá þetta svona ritmíst krefendi ofta, þau eru óbúinlega nákvæm og spila hratt og sama rithman lengi og svona. Þetta virkilega gaman. Og hvert núna framhaldið á þessu verkefni? Núna erum við búin að vera að við eigum eitt klassískt strengjaða verkefni eftir og síðan eigum við eftir sólosöngvarar og eitthvað smottir í með hljómsveitina sjálfa. Hljómsveitin er ekki alveg búin með efni sitt heldur. Þannig að við erum núna bara að berjast í því að fjármagna þetta. Við erum þetta er, eins og segja, við gáum út seinasta disk og hann kostaði þá bygglega 1% af þessu, eitthvað, þú veist. Og kannski 10%. En þú veist, þetta er bara óbáðslega mikilvægt fyrir okkur að koma þessum disk út, sko. Markmiðið mitt sem við settum okkur var bara að búa til besta þungarokksdisk á Íslandi og það er allt lagt í það og þannig að núna erum við að klára upptökur og við ætlum að reyna að klára einmitt síðan mixið og prentið það. Við erum bara búin að gefa þetta út helst í júní þar sem að Skurk er að fara að spila á Eistnaflugi. Það vil ég helst geta selt eitthvað með því, sko, og kynnt okkur. Já, og líka bara klára þetta. Þetta er búin að liggja á okkur Daniel í 1,5 ár alveg eins og þungt teppi og það er rosalega gott að losna við þetta, sko, og geta að fara að spila þetta, sko, óbeilega. Þannig að við erum svona, fyrsta skrifið okkar núna er að gefa þetta út og síðan ætlum við að láta það koma í ljós hvað við gerum svo í kjölfarið, sko, með tónlistarskólanum.